velkomin í Grænvarpið, hlaðvarp Landsvirkjunar. Hingað til mín komin Alda Ægisdóttir. Hún sérfræðingur á samskiptum og upplýsingamiðlun. Og vertu velkomin, Alda. Takk fyrir það. Hún sér gestastofur Landsvirkjunar. Það passar. Það einsti koppur í búri og framkvæmdastjóri í því fyrirtæki, svo má orðið komast. Jú. Segðu okkur nú frá þessum gestastofum. Hvaða gestastofur eru þetta og hvar eru þær? Þar fram eftir götunum. Já, við erum með 2 gestastofur hjá Landsvirkjun. Það gestastofan í Ljósafossi og gestastofan í Kröflu. Þannig þær eru þarna við sikkura stöðuna, Ljósafossstöð og Kröflustöð. Og gestastofan í Ljósafossi staðsett þarna frekar nálægt Selfossi og þar sýning sem svona það svona meira lifandi sýning, það svona hægt að prófa alls konar, hægt að snúa og til að sjá hvernig orka verður til. Já, svona gagnvirk sýning. Já, gagnvirk sýning og gestastofan í Kröflu, hún meira kannski, hún aðeins minni en það eru alls konar fróðleikur þá sérstaklega jarðvarma. Einmitt. Og þetta vel sótt, það ekki? Jú, það það sko. Sérstaklega í Kröflu, myndi ég segja. Eins og núna bara þetta sumar hafa komið næstu í 9.000 gestir. Rúmlega 9.000 gestir í Kröflu. Og mjög lítið Íslendingum koma þangað. Það mest allt ferðamann. Þá sérstaklega Bandaríkjumenn, Frakkar og Þjóðverjar. Mikið svona ferðaskrifstofur þar. En í Ljósafossstöð koma yfirleitt alltaf aðeins færri á sýninguna þar. Það hafa komið í kringum 2.500 gestir þar núna. Og mest megnis Íslendingar. Þannig það eru mismunandi hópar sem sækja þessar 2 sýningar. Já, og þarna þessari sýningar alls konar fróðleikur í Ljósafossstöð, alls konar fróðleikur raforkuvinnslu og hvernig þetta virkar allt saman. Já. Þannig að þetta svona mjög, maður segja, vænlegt eða gott fara með fjölskylduna þarna og lifa krökkunum að fikta og skoða. Já, ekki töluvert það. Heldur betur. Það alls konar, bara þau læra mikið á þessu, það alls konar hægt að prófa og einmitt. Þetta svona fróðleikur og skemmtun í leiðinni, myndi ég segja. Og svo náttúrulega búið upp á kaffi og svona, þannig það hægt að fá sér kaffi líka. Hella kaffibönnin. Einmitt, hella kaffibönnin. Svo líka sömu slóðum Folvvöllur. Já, einmitt. Þannig að þetta uppskrift að góðum degi með fjölskyldunni. Já, heldur betur. Og þetta eitt stærsti, ég held sé bara stærsti frisbeególfvöllur landsins. Það eru 18 hólur og hann vel sóttur. Þannig, já, það hægt að taka bara 2 fyrir 1, fara í Fólv og skella fyrir á sýninguna. Já. Og hvernig fólk ekki almennt ánægt með þessa upplifun sem þarna á staðnum? Jú, ég myndi segja það. Þetta eins og í Kröflu, þetta rosa áhugasamir ferðamenn að mestu sem koma þangað og bara hafa virkilega mikinn áhuga á jarðvarma og suma ferðaskrifstofur koma bara alltaf aftur ár eftir ár og það aðeins öðruvísi hópar sem kom í Ljósafoss. Það eru kannski meira skólahópar og svona fyrirtæki sem eru kannski með eitthvað svona skemmtidag eða fræðsludag eða eitthvað og þau hafa líka verið að koma aftur. Þannig, jú, ég myndi segja ánægjan hefur verið bara mjög fín, mjög góð síðust ár. Já, og hvernig nú koma útlendingar auðvitað hingað og þetta kannski ekki alveg, þetta mjög svona framandi umhverfi allt saman og endurnýjanlega orkuvinnslan ekki svona verið útbreitt heiminn og ekki heimalöndum þeirra. Hvernig líta þeir á þetta allt saman og hvað finnst þeim endurnýjanlega orkuvinnslu á Íslandi? Sko, þeim finnst það náttúrulega bara frábært. Þau eru bara alltaf svona, það sem ég hef heyrt frá þeim sem að vinna þarna, þau eru alltaf bara, býtu, þetta bara svona? Og eru mikið að spyrja út í skiltin, bara, þau í alvörunni, notið engin kol? Þau eru mjög, svona, finnst þetta mjög flott, að því þetta náttúrulega, það ekkert í hverju landi það sem bara 100% endurnýjanleg orka. En það sem þau hafa líka sagt að þau skilja ekki ekkur við notum ekki meiri vind. Að við séum bara með 2 vindmyllur. Þannig, já, þau hafa svolítið verið að pæla því. Einmitt. Þannig að, já, en það stendur til bóta. Jú. Það rétt.
En svo þetta náttúrulega heilmikið svona utanumhald hjá þér. Hvað er margt starfsfólk þarna og hvaðan kemur starfsfólkið? Það er alltaf á hverju sumri eru 3 sumarstarfsmenn, 3 í Kröflu og 3 í Ljósafossi, en alltaf 2 á vakt. Og þau skipta því á milli og fá svona vaktafríinu milli. Og þetta hefur yfirleitt eins og í Kröflu, það hafa verið sumarstarfsmenn frá Akureyri eða í sveitunum eitthvað staðar í kring fyrir norðan. Og í Ljósafossi hafa þetta mestmegnis verið einhver sem er frá Selfossi, en það er alveg einhverjir líka sem hafa verið frá Reykjavík og bara keyrt á milli. Það er bara svona 40-50 mínútur, þannig það er ekki. Þannig að þetta er svona kjörið sumarstarf fyrir ungt fólk? Já, ég myndi segja það. Bara mikill lærdómur sem draga af þessu og bara, ég myndi segja þægilega vaktir líka. En segðu mér nú aðeins af sjálfur þér, Alda. Hvernig lendir þú í þessu að vinna hjá okkur hjá Landsvirkjun og hvað ertu að gera í annað? Já, ég útskrifaði sem með BS í sálfræði voru 2023 og mig langaði að finna mér eitthvað sumarstarf og ég bara rambaði inn á auglýsingu frá Landsvirkjun og ákvaða að sækja og fekk það sumarstarf og fekk þann heiður að vera með þér í deild meðal annars og svo var ég alltaf með svona bak við eyrað að mig langaði að fara í mastersnám líka en ég hugsaði samt að mig langaði ekkert endilega að fara strax þannig ég fekk að vera ári lengur í fullri vinnu hérna hjá Landsvirkjun sem að ég hafði mjög gaman að og bara búið að vera mjög gaman að vinna hjá Landsvirkjun en síðan í ágúst í fyrra þá flutti ég út til Köpen til að fara í mastersnám í Kaupmannahafnarháskóla en búin að vera í smá fjarvinnu frá Landsvirkjun með náminu og hef komið svona inn jólin og eins og núna í sumar í vinnu á staðnum sem er alltaf gaman. En þú ert í Danmörku að læra. Já. Og þú ert í master í bara sálfræði eða? Nei, í hverju? Það heitir Social Data Science og alltaf þegar fólk spyr mig hvað ég að læra og ég segi þetta þá allir svona, já, einmitt, en hvað er það? Það veit enginn hvað þetta er. Þetta er svona data science, svona gagnavinnsla á social sciences, þannig að þetta er svona blanda því. Við lærum að afla gagna, vinna með þau og skilja þau og túlka þau og mjög oft svona rannsóknatengt. Þannig, já, þetta er fjölbreytt, myndi ég segja, og hagnýtt, myndi ég segja. Það er líka svona margt í búið eftir þetta. En hvernig vinnustaður er Landsvirkjun? Hvernig var að koma inn í fyrirtækið og er þetta gamaldags eða var vel tekið á móti þér sem ungri konu? Já, mér finnst það frábær vinnustaður. Þannig það er alveg svona ástæða fyrir því að ég liti ekki bara sumari 2023 næja. Ég er svona, má ég vera lengur? En já, mér finnst það mjög skemmtlegt og það var vel tekið á móti manni og ég myndi ekki segja að Landsvirkjun sé gamaldags fyrirtæki. Allavega svona, ef við hugsum vinnustæðin sjálfan kannski og starfið sem felur í sér að vera hjá Landsvirkjun. Því mér finnst orkumál ekki vera gamaldags. Það er einhvern veginn alltaf nýtt að frétta þar. En svona ef þú tala fólki, þá ég nú alveg vön að yngja upp meðalaldurinn. Eins og í okkar deild og svona. En það er bara skemmtlegt. Og það er líka fullt af öðru ungu fólki og mér finnst bara frábært hjá Landsvirkjun að gefa ungu fólki tækifæri á að fá reynslu á vinnumarkaði. Kannski, þú veist, bæði við sumar og kannski 1-2 ár, jafnvel lengur, áður en að sækja sér frekara nám eða bara ef það er búið með nám eða svoleiðis. Þannig, já. Þannig að þú mælir með Landsvirkjun sem vinnustað fyrir ungt fólk? Já, heldur betur. Svona að lokum, hefur einhver svona framtíðarplön? Eitthvað sem þú hefur hugað að gera í framtíðinni? Já, ég veit náttúrulega ekki alveg ennþá hvað mér langar að verða þegar ég er orðin stór. Ég ætla bara að segja það. En mér langar að vera áfram í Köpen. Mjög gott. Þá látið þetta vera loka orðin og bara þakka kærlega fyrir komin að grænvarpið og gangi ég vel að klippa þáttinn. Takk fyrir það. Gaman að vera hinum megin við hérna í dag. Mjög gott. Nú ætlum við að kynnast aðeins hvernig það er að vera í sumarstarfi hjá Landsvirkjun. Og hingað er komin Bryndís Brynjólfsdóttir sem
kom til okkar í fyrra og kom til lýsu okkur sem sumarstarfsmaður árið 2024. Velkomin. Takk fyrir. Og hvar byrjaðirðu? Heyrðu, já, mikið rétt. Ég byrjaði á samskiptadeild sumarið 2024 og var þá ráðin inn sem sumarnemi þar og fékk svo hlutastarf þar í kjölfarið á meðan ég var að klára námið og fór svo núna yfir á nýframkvæmdadeild og var þar í sumar sem á framkvæmdasviði. Já. Og nú ég komin inn á verkefnastóð sem líka inn á framkvæmdasviði. Já. Það svona starf sem tengist betur náminniðin eða hvað? Já, mikið rétt. Ég var að klára BS í verkfræði núna. Já. Þannig að það svona passar vel við. Einmitt. Og hvernig var að koma inn í þetta fyrirtæki? Hvernig kom það svona fyrir sjónir og er þetta eins og þú bjóst við? Já, þetta var alveg að einhverju leyti það sem ég var að búast við en auðvitað mjög mikið sem kom líka á óvart. Það var ótrúlega gaman að byrja á samskiptadeildinni og seinasta sumar var bara dásamlegt sumar. Ég fekk að ferðast mikið, fekk að koma á allar aflstöðunar nema Fljótsdalsstöð. Þannig að ég fekk að kynnast starfsemi Landsvirkjunar rosalega vel í gegnum þetta starf. Svo við tökum það fram þá sástu samfélagsmiðla eða TikTok rás Landsvirkjunar. Já, og þá einmitt í gegnum það ferli náttúrulega kynnist ég starfseminu rosalega vel, ég kynnist öllum verkefnunum sem í gangi og kynnist bara mjög stórum hóp af starfsfólki Landsvirkjunar sem var ótrúlega gaman og mér fannst ég fá mjög góða svona heildarsýn á fyrirtækirinn í gegnum þetta starf. Já. Þannig og það var ótrúlega gaman. Það var mjög skemmtilegt tímabil sko. Já. Og var vel tekið á móti hvernig svona andinn innan fyrirtækisins og þar fram eftir göttunum? Já, mér fannst það og það kom mér á óvart. Ég var mjög hrædd að ég myndi labba inn með myndavélina og ljósið og fólk myndi hlaupa í burtu en það gerðist bara einu sinni. Það var einu sinni minn núverandi yfirmaður staðgengill hans faldi sig bak við hurð fyrir mér. En annars, tóku allir mjög vel á móti mér og bara kom mér á óvart hvað allir voru til í að taka þátt í þessu og mæti viðtöl og segja frá og það var ótrúlega skemmtilegt. Þannig að þú myndir mæla með því fyrir svona ungt fólk að sækja hjá okkur ef það rekst á störf sem að því líst vel á? Já, klárlega. Og það líka svo mikið í boði. Landsvirkjun býður upp á þvílíkt bara fjölbreytt sumarstörf og eitthvað sem hentar öllum. Það þarf ekki að vera, þú þarft ekki að vera í verkfræði eða einhverju svoleiðis, þú getur verið að læra hvað sem til þess að koma að vinna hjá Landsvirkjun sko. Þetta fyrir háskólanema? Já. Já, einmitt. Og en þú ferðir núna þetta sumar yfir í nýframkvæmdirnar og hvað ertu búin að vera að gera? Þú ert búin að vera að dvelja á Þjórsárssvæðinu? Já, ég búin að vera svona mestmegnis upp í Búrfelli, hef verið þar af því að Búrfelli rétt hjá í rauninni framkvæmdasvæði Valdivers sem vindorkuverið sem núna verið að byggja og ég í verkefnishópi Valdivers, þannig að ég verið svona í alls konar verkefnum sem tengjast í rauninni. Já, þannig að þetta ómetanlega reynsla svona svona í upphafi starfsferilsins. Já, ég myndi klárlega að segja það. Já. Einmitt. Hvað svona framundan hjá þér núna? Ég að taka mér ár í pásu frá námi og ætla að vera hjá Landsvirkjun í vetur og svo ætla ég að fara í mastersnám í verkfræðinni líka. Já, í einhverju sérstöku? Já, ég ætla að fara í meira svona iðnaðarverkfræði eða svoleiðis. Og varstu búin að ákveða það áður en þú byrjaðir hjá okkur eða eitthvað svona samhengi þar á milli? Ég myndi ekki segja það. Ég vissi aldrei nákvæmlega hvaða stefnu ég vildi taka í master. En mér finnst orkumál rosalega spennandi og ég finn að þetta eitthvað sem hentar mér klárlega. Já. Og mér finnst líka mjög gaman svona hvernig ég fekk í rauninni áhugan svona sérstaklega á vindorkunni. Það náttúrulega í gegnum starfi mitt hjá samskiptadeildinni fekk ég að kynnast þessu verkefni svolítið. Fór þarna seinsta sumar með Þóru Arnórs, yfirmanni mínum, og henni Ásbjörgu, framkvæmdastjóra framkvæmdasviðs, og við fórum upp á
svæði, eða verstað, þar sem að vaðalduver verður og þarna voru svona jarðrannsóknir í gangi bara og mér fannst svo gaman að koma þarna og sjá þetta og sjá hversu stórt þetta yrði og svoleiðis og Ásbjörg var í viðtali hjá RÚV, það var fréttamaður með okkur og þarna tók ég svona með fyrstu TikTokunum mínum og það var mjög skemmtilegt og ég þurfti að vera með hjálm og í vesti og bara auðvitað fylgja öllum svona öryggisreglum á verstað en það var gert mikið grín að mér í kommentakerfinu fyrir það að vera með hjálm þegar maður er rannsóknarsvæði og eitthvað svona ýmislegt þannig að ég þurfti alveg að venjast því en og svo fer ég aftur þarna þegar skóflustungan var þannig í haust og þá fekk ég að kynnast verkefninu ennþá betur þá var Sigurgeir verkefnastjóri Valdivers með þetta og var að segja okkur frá og kynna þetta fyrir okkur og þá ákvað ég að gera lokaverkefni mitt í skólanum Búrfellslund eða Valdivers hét Búrfellslundur þá í sjálfbærni áfanga sem ég var í og þá fekk ég að taka viðtöl við Sigurgeir og fleiri sem komu að verkefninu og það var svo ógeðslega skemmtilegt og áhugavert þannig kom svona mín ákvörðun að sækja á nýframkvæmdum og í þessu verkefni þannig að það er svolítið svona skemmtileg saga sko. Þannig að þú vinnur núna hjá okkur í vetur og næsta sumar gerir ráð fyrir og svo byrjar námið og stefnir þá að því að koma aftur til okkar jafnvel er vindorkan búin að alveg fanga þig? Hún hefur, gjörsamlega unnið hjartað þitt og hug ég held það Þetta er ástarsaga Já, þetta er það, klárlega En hvað svona finnst þér að hver svona helst hver vissirðu mikið Landsvirkjun áður þú komst inn í fyrirtækið og ungt fólk almennt hvað veit að fyrirtæki, hefur einhverja tilfinningu fyrir því og hefur það rétt að mynda því sem við gerum? Ég held að, ég myndi alveg segja að þegar ég kem sjálfinn í fyrirtækið vissi ég alls ekki bara hversu stórt þetta væri og bara einmitt hvað eru margar afstöðar í rekstri og bara einmitt, bara út allt land. Það kom mér alveg óvart. Og ég held kannski svona að ungt fólk í dag mögulega ég er svo djúp allt í hennu. Sorry. En já, ég ætla að segja Sé ekki mikið að pæla í svona. En ég held að kannski, einmitt, ungt fólk sé kannski ekkert allt of mikið að spá í svona umfangi fyrirtækisins. En það var náttúrulega eitt af markmiðunum með þessari TikTok-herferð var svolítið að svona kynna Landsvirkjun í réttu ljósi og segja frá þessari áhugaverðu starfsemi. Og ég held að það hafi klárlega tekist og að takast með þessu frábæra efni sem í gangi þar. Þannig að ég held klárlega að það hjálpi mikið til og ég held að viðhorf til fyrirtækisins hjá ungu fólki sé alltaf að bætast og bara verða betri með hverjum degi. Einmitt. Þannig að ég held að þetta sé orðið bara fínt spjall hjá okkur, Bryndís. Og ég bara þakka þér fyrir. Takk. Og ég óska þér allsins besta í framtíðinni. Takk fyrir.